Jæja, Aðalsteinn, frumsýning á föstudaginn. Hvaða verk ertu að setja upp hérna núna á Dalvík? Það fullkomið brúðkaup eftir breskan leikara, Robin Houdon heitir sá. Og þetta svona dæmigerður farsi í betri kantinum. Já. Þetta alveg með ólíkinu hvernig hann hefur náð að flétta saman delluna sem að nær frá A til Ö, sko. Því að það ofta farsarnir fara einhverstaðar að detta. Já. Og þá eru menn greinilega svona rembast við restina, sko, til að klára verkið, þannig að þetta heitir nú leikrit í heilu formi. En þarna hefur hann náð að klára verkið alveg frá A til Ö, sko, þannig að hann heldur dellunni alveg til enda. Já. Og enda náttúrulega í fullkomnu brúðkaupi, sko. Brúðkaupið sem sagt mikil della. Já, það greinilega dálítið mikil della oft á tíðum, sko. Enda mikið upp í lagt, en svo eftir hvað verður framhaldið, sko. Já. Eins og sagt þarna í einmitt verkinu, sko, fyrst brúðkaupið, skilnaðurinn kemur seinna, sko. Þú, hingað inn. Ekki þú, já. Jesus. Allt í lagi. Hvað í gangi hérna, Trausti? Spurðu Bjarna. Já, sko, Ég geng ekki inn kirkjugólf fyrir ég búin að fá að vita út af hverju allir eru svona asnalegir og ég vil bara fá að vita sannleikann. Já, sannleikann, já, allir þessi ekki öllum fyrir bestu. Sjáðu til, elskan, hann komin í smá vandræðum, Trausti. Og hvernig gekk þér að eiga við leikara hérna á Dalvík og setja upp þennan? Jó, það mjög gaman og gott að vinna með þeim hérna á Dalvík. Þetta nú í þriðja sinn sem ég leikstýri þeim. Ég nú með þess að leiki með þeim tvisvar sinnum. Já. Í Sölku Völku leik ég með þeim hérna fyrir margt lengur síðan og svo með í Sambúðarverkir held ég hafa nú heitið. Sem var hérna skrifað af nokkrum höfundum hérna í sveitinni, eða Dalvík, já, sveitinni, Svarfaðardal og svona. En þetta sko, hérna náttúrulega frá Dalvík koma ótalmargir listamenn, og þá meina ég listamenn. Mikil uppspretta. Já, og hérna náttúrulega hafa komið bæði frábæri leikara, Björn Ingi til dæmis nú hérna, Elva það ekki hérna líka, Marino Þorsteinsson sem leik með okkur inn frá, Steingrímur bróðir hans, Bommi, þetta allt saman dundur leikara, svo við nefnum ekki alla söngvarana sem að... Er það 200? Sem orðnir heimsreiður allt Ísland og vel það. Þannig að hér einhvern veginn, það liggur hérna bara í láginni hérna í Dalvíkinni, sko, svona einhver listamanna gen held ég bara sem að, já, meiri hlutin virðist næla sér í og það sem svolítið gaman nefnilega við þau hér og farsi náttúrulega erfiðasta formið sem að leikarinn fæst við. Því það ekkert öllum gefið að leika farsa, þú getur leikið eitthvað annað. En hér virðastu hafa þetta í sér, sko, að leika farsa. Og það svolítið gaman nefnilega að því og gaman að vinna með þeim að þau einhvern veginn, þetta eins og meðfætt. Þannig að og ég meira segja, við erum reyndar búin að vinna þetta á ótrúlega skömmum tíma, ég held við hvað konar 6 vikur, eitthvað svoleiðis. Mistum við til London hann tíma og síðan kom einn lasinn úr ferðinni og þannig að ég held við mist einhverja 9 daga, 2 vikur ég vel úr, sko. En það sakaði ekki, þau eru tilbúin fyrir viku síðan, sko. Já. Og spennt að sína á föstudaginn. Já, þau eru búin að bíða bara í viku að fá að sína fyrir fólk, sko. Þannig að þau eru alveg tilbúin og vel það. Á afmælisárinu. 70 ára afmæli leikfélagsins maður. Hvað stúlka? Nína eða Nanna í rauninni ekki herbergisherna. Nú, hvað þá? Já, hún kærastan hans, Trausta. Þakka þér fyrir. Ég held að hinn var kærastan. Já, hún einmitt hinn kærastan hans. Þakka þér kærlega fyrir. Já, eins og veist þá var hann svolítið spenntur yfir því hvor þær myndi koma í brúðkaupi og þær komu báðar. Guð minn góður, Trausti, hvernig ferðu að þessu? Já, það var búin að segja annar upp. Hvorri? Hinni? Já, Nínu, eða Nönnu. Ég veit ekki, þetta þín saga. Reynið að ákveða ykkur. Já, Nanna var það ekki. Jú, Nönnu, örgulega Nönnu. Af hverju sagðirðu henni? Af því að sko... Já, því hann hitti Nínu og hann fjall svo gjössalega fyrir henn að bauð henni brúðkaupið og gleymdi því að hann var líka búinn að bjóða Nönnu. Og nú voru þær eiginlega báðar komnar og hann tekinn í bólinu. Jæja, já. Hvað? Ekkert.
En af hverju á Nanna þykjast vera herbergishertan á? Af því hún komst að þessu með Nínu, af því hún er svo mikil diplomát og sætti hún sig að vera herbergisherna svo að Nanna kemist í geðinu. Já. Ég skil. Trausti, ég verð að segja að þessi ástarmál þín virðast vera sama drullan og ætíð. Já, finnst þér það ekki?